Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 17. janúar. Það að mörg að taka úr fréttum vikunar eins og vera ber. Þau gleðilegu tíðindi bárust fyrir vikunni að hryðjuverkasamtökin Hamas og Ísrael hefðu náð vopnahlés samkomulagi. Það á, ef þetta heldur, að taka gildi á sunnudaginn og þar með myndi þá blóðsúthellingunum á Gazasvæðinu linna. Þetta allt að gerast í aðdraganda þess að Donald Trump tekur við embætti forseta Bandaríkjanna. Hann hafði heitið því strax eftir kjörið 15. nóvember að ef ekki yrði komið á vopnahlé og gíslunum sleppt sem að haldið hefur verið þar í 500 daga, að þá myndi hann gera allt vitlaust. Menn taka þessi orð alvarlega og það vonandi að þetta vita á gott í heimsmálunum, að Íranir með allt sitt hyski vítt og breytt hafi ekki þau áhrif eða þau ítök sem að þeir þóst hafa haft á síðustu árum. En hérðan að heiman, eða ekki kannski að heiman en af Íslendingur sem í all uppbyggilegri baráttu þessari, það handboltalandsliðið, unnu glæsilegan sigur á Grænhöfðaeyjum í gær og við fögnum því. Morgunblaðið, mbl.is og K100 munu fylgjast vel með þeirri atburðarás allri. Á morgun mætir liðið síðan Kúbu og það vonandi að við löndum góðum sigri þar og að það fleyti okkur inn í glæsilega baráttu við Slóvena á mánudaginn. Það alltaf gaman að fylgjast með íslenska landsliðinu í þessum aðstæðum. En við fáum hér eftir örskamma stund þau Magneu Gná Jóhannsdóttur sem borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og Elliða Vignisson sem bæjarstjóri í Ölfusi. Ég ætla að ræða við þau sveitarstjórnarmálin, formannsslagi framundan í Sjálfstæðisflokk og mögulega Framsóknarflokknum og það af ýmsu að taka úr þessu pólitíska vafstri hér á innlendu vettvangi. Í lok þáttarins fæ ég síðan þá Snæbjörn Guðmundsson sem formaður náttúrugriða sem náttúruverndarsamtök sem hafa farið mikinn á síðustu árum og Finn Beck sem hjá Samorku. Þeir ætla að ræða nýfallinn dóm í héraðsdómi þar sem að Hvammsvirkjun virðist hafa verið slegin út af borðinu enn einu sinni. Okkur virðist vera algjörlega fyrirmunað að koma framkvæmdum að þessu tagi í farvatnið hér á landi. Fylgisti með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nýtt ár, nýr fókus. Nokko Stella, komin í verslanir. Þá erum við komið hér á vettvang frétta vikunar. Þau eru komið hér, tveir sveitarstjórnarmenn, Elliði Vignisson í Ölfusi og Magneu Gná Jóhannsdóttir sem fulltrúi Framsóknarflokksins í borgarstjórn. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir að bjóða okkur hingað. Já, bara gaman að sjá ykkur. Þetta ekki fyrsta sinn sem Elliði kemur og örugglega ekki síðasta skipti sem ég býð þér. En síðasta skipti sem býð mér sem. Já, það var eitthvað skipt í dag, gott að taka það strax fram. Ég ætlaði að fara að penta í þetta. Það gott þú tókst að mér orðið með það. Magneu, það hefur svona borið nokkuð á þér í borgarmálunum en kannski ekki mikið. Þú kannski dálítið í skugganum af leiðtoga Framsóknarmanna sem núna vermir borgarstjórastólinn. Já, mér var sagt það í upphafi því ég var að ganga inn í þessi sveitarstjórnarmála. Það oddvitarnir sem fá mestu athyglina og þegar maður situr í þriðja sæti þá kannski fólk ekkert svona mikið að pæla í þessu fólk sem neðarlega á lista og mest að pæla kannski þeir sem eru formins einhverja ráða og einmitt borgarstjóra. Það eðlilegt. Þú kemur, ég leyfi mig líka að segja nokkuð óvænt inn í borgarstjórn. Framsóknarflokkurinn vinnur þarna langstærsta sigur sinn í sögunni, fleytir oddvitanum, fyrstum Framsóknarmanna í borgarstjórastólinn. Hvernig kom þetta til að þú fórst inn í þessi mál og hvað varst það bardús áður? Já, þetta var mjög gleðileg kosningaúrslit síðast og það verður bara að segja að bara stór árangur fyrir Framsóknarflokkinn að eiga fyrsta borgarstjóran úr sínum röðum. Ég bara kemur í stjórnmálinn beint úr háskólanum, ég var að læra lögfræði í Háskóla Íslands. Enn eitt lögfræðingurinn? Enn eitt, það nóg af þeim. Hafði búið erlendis og var í alþjóðlegu umhverfi þar, í alþjóðlegum skóla og kom heim og hafði mikla ambísjónir að breyta heiminum og svo það bara þannig að þú breytir ekki neinum með að kvarta við eldhúsborðið. Þú ert að mæta og taka þátt til þess að hafa áhrif. Já. Þannig að ég kom bara inn í Framsóknarflokkinn 2018 þegar flytti til Íslands, svona viljandi, allir vilja gera til þess að hafa gagn og gera gagn í samfélaginu.
og Framsóknarflokkurinn höfða mest til mín að sem miðjuflokkur og þessi samvinnu hugsun að við sitjum saman við borðið og finnum lausnir fyrir samfélagi heitlaði mig og hafði það áhrif að ég valdi þennan flokk umfram aðra. Elliði, þú ert búin að vera aðeins lengur á sviðinu, eða ekki? Hvenær fórst þú að láta til þín taka út í Eyjum? Ég byrjaði svona formlega þáttöku í pólitík og seinni hluta seinustu aldar. Síðasta árþúsund. Síðasta árþúsund. Þegar ég er eins árs, svo var sér sagt. Magnið rétt það bil eins árs þegar ég byrjaði svona formlega þáttöku en er fyrst í framboði 2002 og verð svo bæjarstjóri 2006. Já. Og læriði klíníska sálfræði og menntaður sem slíkur. Veitir kannski ekkert af vettvangi stjórnmálanna? Við reyndar kynntumst þannig en ég ætla ekkert að segja mikið frá því samtali, ég er bundin brúnaði það. Það er ekki að við tveir? Já, við tveir. En ég er búin að vera lengi í þessu, það er alveg rétt og séð talsverða breytingu á þessum tíma. Að þau stjórnmál sem ég kem inn í eru allt önnur stjórnmál heldur en Magnea kemur inn í. Það er orðið margs konar breyting á þessum tíma, bæði hvað var það bara hugmyndir fólks stjórnmál, hugmyndir fólks almennt vald, áhrif samfélagsmiðla og fleira og fleira. Þannig að þetta er alltaf að verða meira og meira krefjandi fyrir gamla menn að taka þátt í stjórnmálum og þurfa að laga sig að ávistum hvers tíma. Það er bara í árdaga internetsins sem að þú ferð að skipta þér pólitík? Já, það er, ég mun að fyrir að senda fax. Ég kalla nú ykkur ekki síst til mín þar að sjá úr þessum tveimur flokkum bara vegna þess að á vettvangi beggja þessar flokka er virk umræða núna möguleg formannaskipti. Þau liggja fyrir hjá Sjálfstæðisflokknum, þar að segja Bjarni Benediktsson hefur ákveðið að víkja vettvangi en svo spratt upp svona einhvern veginn onni þá umræðu, ekki síst hér á vettvangi spursmála og dagmála, umræðan þá hvort að Sigurður Ingi væri að hverfa vettvangi. Hvort ykkar vil taka þennan bolta fyrst? Skulum við leyfa Magneu að... Já, kannski við byrjum þess á Sjálfstæðisflokknum. Þetta er mikil tímamót þegar Bjarni Ben ákveður að hætta sem formaður og hann hefur náttúrulega staðið marga mótvinda og sýnt mikla seiglu í sínu stjórnmálastarfi sem leiðtogi Sjálfstæðismanna. Og mér finnst þetta nú svolítið skemmtilegt að fylgjast með þessu að virðist vera, ég man eftir forsetakosningum fyrir árið síðan að þá voru annað hver landsmaður orðaður við forsetastólinn, nú virðist vera annað hver sjálfstæðismaður er orðaður við stól formannsins og ég veit ekki betur en þið báðir hafi verið það, þannig að kannski mögulega sitja hliðina á næsta formanni Sjálfstæðisflokksins. En þetta er auðvitað bara skemmtilegt að fylgjast með og lífgar upp tilverunni í janúar að fá þessa umræðu inn. En hvað var að Sjálfstæðisflokkin, ekki það ég er ekki sérfræðingur í þeim flokki en maður heyrir svona að það verið lítið til varaformannsins og Áslaugar og líka Gulla en maður svona velti fyrir sér hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé komin á þann stað hann sé tilbúin að kjósa konu sem formann. Það er svona skemmtileg pæling líka. Það hefur ekki gerst frá stofnunarins 1929. Nei. En ég nefni þetta að þú ert mjög klók sko, við byrjum þig að byrja og þú færi strax talið af flokknum sem að þú áttir ekki að tala sko. Nei. En ég get svo sem tala af Framsóknarflokki líka. Já, hvernig er staðan þar? Er sótt að Sigurður Inga á þessum tímapunkti? Væri þessi gerðin og þessi umræða að flýta þingi og að kjósa formann nema vegna þess að það séu einhver öfl sem að vilji sjá mikla breytingar á þeim vettvangi? Staðreyndin er auðvitað svo að Framsóknarflokkurinn fekk sína verstu niðurstöðu í 108 ára sögu flokksins og það er staðreynd sem að við sem flokksmenn í Framsóknarflokknum þurfum að ræða og við þurfum að horfa inn á við og skoða hvað fór úrskeiðis en líka horfa fram á við og byggja Framsóknarflokkinn. Og ég held að á þessum tímamótum núna þegar við erum fara að ræða Evrópusambandi þá er bara mjög mikilvægt að Framsóknarflokkurinn sé sterkur og við eigum að vera það og það er ákall innan Framsóknar við komum saman. Það var ekki haldin miðstjórnarfundur á síðust ári og það var gildar ástæður fyrir því, meðal annars kosningar. Þannig að ákallið er skýrt að við komum saman og ræðum þessa niðurstöðu. Ég hef talað fyrir því að flýta í miðstjórn og mögulega flokksþingi og það er vegna þess að það er stærsti vettvangurinn sem Framsóknarfólk kemur saman á til þess að funda og ef við horfum til þess að ef fyrirtæki skilar lélegri afkomu og þá hljóta hluthafar að óska eftir því aðalfundur verði haldinn eða eitthvað sem brugðist við og ég horfi bara á þannig að okkar hluthafar er fólk í Framsóknarflokknum og það er nú bara eðlilegt að það sé krafa það að við komum saman og þéttum ræðurnar og förum yfir stöðuna. Þú talar hlutafélag en ekki kaupfélag, það er kannski tíma að tá. Já, ég meina, það má líka tala það. Ég meina, hlutafar í kaupfélagum er það bara almenningur líka. En felur það í sér að þínum mati ákall
að breyta til í forystunni? Er það forystan sem ber ábyrgð á þessu hvernig fór? Fyrst og fremst náttúrulega ákallið það að við komum saman. En svo hefur það alveg komið upp umræðinu eðlilega að einhver taki á sig þessa ábyrgð. Og hvort að það þurfi þessi ákallið nýja forystu eða hvað skiptir kannski ekki mestu máli. En fólk hefur talað það að það kannski þarf forystan þá endurnýja að sitt umboð. Þannig að þessi enginn vafi það að það sé traust og umboð frá flokksfólki til forystunar. Og mér finnst það bara eðlilegt eftir þetta afhróð eða svona orðið koma þessa niðurstöður. Það er Lilja Alfreðsdóttir sem að opnar á þessu umræðu hér á vettvangi dagmála Elliði. Hún dettur út af þingi. Hún væntanlega sár og svekkt yfir því að það skyldi ekki takast að hífa fylgið meira. Já, auðvitað eru og þessi flokkar eiga það kannski sammerkt og það er alveg rétt hjá Magnu að við erum ósátt við niðurstöðu kosninga. Og það þarf ekki að vera að draga fjöður yfir það með því að finna ykkur orð eins og varnarsigur eitthvað svoleiðis. Jafnvel þótt að svo væri þá erum við enga síður ósátt. Báðir þessi flokkar vildu meira. Ég held að það sé ekki sanngjarnt að hengja þetta háls þessara tveggja formanna sem ég tel báða afskaplega hæfa. Og ég held að það sem hafi gerst er það að þessi tveir flokkar þeir hafi ekki endurnýjað samtalið við kjósendur nægilega. Og ekki bara þessi tveir flokkar. Þetta sama gerðist hjá Pírötum og þetta sama gerðist hjá VG og þetta sama gerðist hjá sósíalistum að kjósendur hafa breytt áherslum sínu meira heldur en flokkarnir hafa gert. Vinstra fylgið, það fór til Ingu Sæland. Það fór til fólksins. Af hverju? Af því hún var ekki í þessu kaldastríðstali baráttu öreigana og baráttuna við auðvaldið og allir þessir frasar heldur endurnýja hún orðræðina. Kannski ekki viljandi. Hún lofaði nú bara að hafa þjóðinni 450 skallin á reikningin í mánuðinum. Hún gerði það en hún talaði inn í sinn kjósendahóp. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn þurfi núna bara að fara í að endurskoða áherslur sínar. Þetta eru orðnir ómiklir kerfisflokkar. En er það ekki ábyrgð formannanna sem að þú... Ja, að hluta til, það er líka bara ábyrgð okkar flokksmanna. Við erum fjöldarhreyfingar, báðir þessi flokkar og við þurfum að endurnýja hvernig við tölum við fólk. Við tölum, í staðinn fyrir að tala við fólk, þá tölum við yfir hausamótunum á þeim. Við tölum til þeirra í staðinn fyrir að tala við þau. Og þetta held ég að sé bara mjög áríðandi. Að fólk hefur engan nennu fyrir því þegar það kemur til þín og segir það er of dýrt fyrir mig að byggja. Það hefur engan nennu fyrir því að segja, nei, það er nú alls ekki þannig. Að því að ég nú hérna með súlurrið sem stýðir það að innan OECD-ríkjanna, þá erum við nú bara jöfnurir hér mestur og neysluverðsvísitala með og húsnæðislegar. Hún sýnir bara, fólk er löngu hætt að hlusta á þetta. Við þurfum að endurnýja orðræðið okkar og við þurfum að endurnýja samtali við þjóðina. Það held ég að þessi tveir flokkar eigi sameiginlegt. Sjálfstæðisflokkurinn er þó öðruvísi en Framsóknarflokkurinn að því leyti að við höfum langtum breiðari skírskotun. Við höfum alla tíð verið bæði á landsbyggðinni og í borginni. Ég held þetta verði svolítið erfitt verkefni fyrir Framsóknarflokkinn að fá endurnýjað umboð hér í borginni til unnu kosningasigur í seinustu kosningum. Nú vorum við að byrja að vængja okkur inn í næstu sveitarstjórnarkosningar sem verða 2026 sem þýðir það að það er svona 9 mánuðir í að við þurfum að vera orðin svona nokkuð fiðruð og tilbúin í flugtækið. Og mér sýnist Framsóknarflokkurinn engan veginn eiga möguleiki það, en við sjálfstæðismenn erum í sögulegu tækifæri til þess að styrkja stöðu okkar í sveitarstjórnarmálunum sem er bakbeinið í sjálfstæðisflokknum. Algjörlega bakbeinið. Leiðum mér aðeins að klára, af því að við erum með 14 manna þinghóp við sjálfstæðismenn, sem þýðir það að við erum með svona 20 til 30 manns starfandi fyrir okkur á þingsvísu. Við erum með svona 500 manns starfandi fyrir okkur í sveitarstjórnum all land. Þannig að það er bakbeinið í flokknum. Við missum ekki sjónar á því. Við komum aðeins inn á sveitarstjórnarmálinu á eftir. Það er eins bara því að það sem Örta var að segja er að fólk er að kalla eftir aukinni samvinnu hugsun og fólk sem minna að tala yfir fólk og meira við það og það er akkurat það sem við í Framsókn viljum leggja áherslu og ég segi bara fyrir mig sjálf og ég bara fer inn í Framsóknarflokkinn út af samvinnu hugsun og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum auðvitað að taka til umræðu innan Framsóknar. Hvernig ætlum við að byggja upp samvinnu hugsuna? Hvað meinarðu með samvinnu hugsun? Að við séum að eiga þetta samtala, við séum öll í samvinningu að ræða en ekki að setja leið. Er það þannig sem Framsóknarflokkurinn hefur ætíð skilið samvinnu eða er það rugga þessari hugsun sem að Framsóknarflokkurinn er til á og hugtakinu samtal?
En ég held að þetta sé bara bæði, þú veist, auðvitað er þetta samtalin líka við sem að vinna saman og gangi takt og það grundvöllur Framsóknarflokksins að við séum öll einhvern veginn að vinna saman. Já, ég bara... En þú mátt alveg vera ósamlega þegar hugmyndfræði. Bara fullkomlega. Já. Förum aðeins inn á þessi málu eftir þar að segja sveitarstjórnarmálu. Mér ákvað til að klára þetta með formennina. Nú liggur fyrir að Bjarni er að hætta, þannig að þar verður þessi endurnýjun. Það liggur ekki fyrir mig Sigurður Inga þó manni þyki margt benda til þess að það sé ákallum að hann axli ábyrgð, Sigurður Ingi og hverfa braut, hver sem að síðan tekur við. Nú er landsfundur hjá sjálfstæðismönnum í lok febrúar. Hvernig fer það mál, Elliði? Það er rétt að þú hefur verið orðaður við formannsframboð, þú hefur fjallað dálítið það. Er von á því að þú blandið þér í þann slag, hvort það formaður, varaformaður eða ritar eða hvað þessi embætti öll heita hjá þessum ágæta flokki? Einu get ég lofað þér. Ég mun blanda mér í þann slag. En hvort ég fer í framboð, það er allt annað. Þetta er stærsti lýðræðisvettvangur landsins, landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Það er alltaf ég að taka virkan þátt og vinna að því að góður formaður taki við. En nú er formaður hættur og það er fullt af fólki nefnt og það er verið að hringja í varaformanninn og ráðherrana fyrirverandi og þig og fleiri og það er mjög mismunandi hvort að það komi skýr svör, er ekki bara eðlilegt að menn stíði bara fram á sig, ég geti hugsað mér að taka þetta að mér eða ekki. Jú, ef að fólk er ákveðið í því, þá er það bara eðlilegt að það geri það. En á landsfundi allir í frambúði. Þannig að við erum þannig flokkur, við erum lýðræðislegur flokkur, við erum ekki flokkur fólksins. Við erum með mjög ríkt lýðræðisstarf, ríkar hefðir og menningu í kringum þetta. Og ég held að þessi sú menning sem býr til þessa möguleiku okkar að máta fólk inn í og liggur ekkert á að svara. Það er eitt sem ég langar aðeins að minnast á og ég sagði hérna í byrjun að ég lærði sálfræði á seinustu öld. Mér þótti alveg ótrúlega merkilegt að horfa á Sigurð Inga, formann Framsóknarflokksins, þegar hún tilkynnt það í beinni útsendingu að það voru breytingar og hann sé kominn inn og Willum sé dottinn út. Þetta eru svona að horfa á hvernig hann bregst við, fyrir mér þetta voru ekki gleði viðbrögð. Var það ekki að sýna dramatísk sorga viðbröði við því að vinur hans væri fallinn, myndir þú ekki gera það? Valla myndir þú slá þér á lær og það myndi valla bakka í. Ég myndi ekki sýna sorgar viðbröð við því að ná kjöri. Mér finnst það eðlilegt að Willum er í miklu uppáhaldi á mér og vafalaust hjá honum líka, þannig ég skil þann hluta af þessu. En ég held einfallega að Sigurður Ingi hafi verið búinn að sjá fyrir sér Framsóknarflokkinn öðruvísi heldur en með sig innanborðs þegar hann sest niður í settið í beinni útsendingu. Ég held hann hafi verið tilbúinn til þess hann hafi verið tilbúinn til að stíga til hliðar og rétta keflið áfram. En vildi hann ekki stíga til hliðar þegar þú varst með flokkin í rúst og örfáir þingmenn eftir og... Ég held nefnilega að það hefði akkurat verið staðan þegar hann sest niður í settið. Ég held að þið þurfum að spyrja hann að því sjálfan ekki... Það hefði verið mjög auðvelt fyrir hann að gera það ef hann hefði verið utan þings. Þannig að, og mér finnst svona nú er ég bara að þekkja Sigurð Inga mjög lengi, kynnist honum fyrst í gegnum sveitarstjórnarmálinu og hef mjög miklar mætur á honum, bæði sem persónu en líka sem stjórnmálamanni. Hann getur auðvitað sagt það sé þingmennsku, það er í sjálfu sér ekkert mál, Bjarni gera það bara með einni Facebook-færslu? Já, hann getur það, en það er ekki víst að hann sjáu jafn marga arftaka innan síns þinghóps og Bjarni mögulega gerir. Og þetta er svo óðbúðsleg ábyrgð sem er lögð á þetta fólk. En þarf formaðurinn að vera inn á þingi? Já, formaður þarf að vera þingi. Það gengur ekkert að formenn svona stórs flokks að sveitarstjórnarmenn getur líka verið formenn flokks? Ég hef talað að það getur verið í forystu. Já, ekki formenn. Ég hef ekki sagt það. Ekki svo mjög getur velja, ég segi svo margt. En þú útilokar þá sjálfur formannsframboð með þeirri fulltingu? Enga síður, þá er það þannig að formaður flokksins, hann verður að hafa aðgengi að þingsalnum. Í það minnst að þeir eru 4 ár í kosningar. Þannig að ég skil það alveg, en að sveitarstjórnarmenn þeir geta verið í forystu flokksins. Talandi síðan forystumenn almennt, Einar Þorsteinsson, hann tekur við sem borgarstjóri af DIB Eggertsinni, fylgið mælist 2-3% núna í mælingum, það er talandi samvinnuna, það er allt í háa og loft í skipulagsmálum út af Álfabakka klúðrinu stóra, helstirninu sem ég kýs að kalla það sem að búið að pota það niður. Hvernig getur Einar snúið
og þið Framsóknarmenn snúið stöðunni ykkur í hag þannig að þið skóplist bara ekki út úr borgarstjórn í komandi kosningum á næsta ári. Það er alveg rétt að fylgið okkar í borginni kannski ekki upp á marga fiska en kjörtímabil ekki búið og leikurinn ekki búinn fyrir að dómari flautar af. Þannig að við spyrjum að leikslokum og það er alveg rétt að það hefur verið áskoranir í þessari tíð okkar síðustu 2 ár. En við höfum þó náð miklum árangri í ýmsu. Við erum að sjá það að aldrei fleiri lóðir verið skipulaðar og við erum búin að útluta lóðum að Kjalarnesi og við ætlum að fara í Keldnalandið og Úlfarárdal áform með uppbygging. Í leikskólamálunum erum við að þokast áfram, við fórum í stórt viðhaldsátak og þar að koma pláss úr því átaki. Við erum að byggja nýja leikskóla og bara nýlega voru fréttunum uppbygging í Elliðaárdal í þeirri útivistarparadís. Við erum í samstarfi við vinnustaði um uppbygging í leikskóla. Ég hef talað fyrir heimgreiðslum sem laust þess að bregðast þessu ástandi á meðan að fólk í þessum biðtíma og auðvitað það þannig að maður með mikla samkennd með foreldri sem í þessari spennitreyju. En ástandið ekki skárra og það engin lausn í sjónmáli í Árskógum svo ég nefni þessi dæmi. Fjárhagur borgarinnar ennþá í rúst. Fjárhagur borgarinnar hefur tekið mjög miklum bata og það þannig þegar við komum að inn að öll rauð ljós blikkuðu og við hefum verið alveg frá því að við komum inn í Ráðhúsið í hagræðingar aðgerðum, við fórum í ráðningarbann og það hefur skilað sér og við erum að selja eignir, það verið að standi til að selja Perluna til dæmis og þetta auðvitað bara einskiptis aðgerð en samt skiptir máli til þess að ná stöðuleika í fjármálum borgarinnar og ég bara vona það að við náum auknum árangri og þetta okkar verkefni og svo auðvitað snjómoksturinn líka, það má ekki glemma því en við erum alltaf með augun á boltanum hérna og kannski erfitt og auðvitað það erfitt að snúa við stóru skipi og það gerist ekki á einni nóttu og það var aldrei raunhæft að ætla að við myndum koma inn og daginn eftir yrði borgin allt önnur og borgin á mörgar mati bara frábær líka. Þannig að það ekki það að við viljum umbylta öllu en auðvitað margt sem þarf að gera og við hefum verið að gera það. Áttu við að þegar þessu breytingar sem við boðuð að það hefði verið oflof? Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði að auðvitað ekki þetta ef við erum bara niður á jörðinni að þá ekki þetta snúa við stóru skipi og einni nóttu. Við hefum verið að vinna því. Þegar þið lofuðu breytingunum, vissuðu þið af þessum að þetta yrði svona erfitt eða þetta erfitt að áttu von á? Þegar við göngum inn í Ráðhúsið þá okkur kynnt að fjárhagsstaða borgarinnar sé önnur en hún var svo í raun og veru og þetta eitthvað sem við þekkjum öll af fréttaflutningi. Það kemur svo í ljós að staðan var miklu verri og við höfum verið að vinna því og auðvitað hefur við líka að gera eins og þú þekkir vel sveitarfélögum að gera samning við ríki við alls konar málflokkar sem eru vanfjármagnaðir þar. En þið myndi meirihluta að loknum kosningum með fólki sem vissi hvernig staðan var, ólíkt því sem að haldið var fram. Mínar heimildir herma að það sé þungi í samstarfinu þessi dagurinn. Þú hefur vel lesið í Twitter-færslu Björns Inga? Nei, Þetta auðvitað gótt svona clickbait en ég held að sé ekkert, ég hef ekki orðið var við það að sé eitthvað svona títrungur í meirihlutanum. Auðvitað einhverju aðilar að fara þarna út en við erum áfram bara að vinna okkar meirihlutasáttmála. Hafa verið þreifingar breytingar á meirihluttanum? Ekki að mér kunnu, nei. Og auðvitað var það þannig að það var bara ekki takt að telja við meirihluta hinum enn við borðið þegar við göngum að þeim. Og það ekki okkar verk í Framsóknarflokknum að sannfæra aðra að vinna með þeim. Mér finnst alveg átakanlegt að horfa á stöðu borgarinnar, að því hún skiptir okkur svo öll gríðarlega miklu. Bæði borgarbúa og okkur sem búum hérna í kraganum í kring og í raun og veru landsmenn alla, því að hér hefur við valið stjórnsýslunni stað. Ég núna í 6 ár búin að búa hérna innan við hálftíma akstursfjalla frá borginni. Ég finn muninn á því hvað mér finnst allt erfiðara sem tengist borginni. Ég fann að veigra mig við að sækja þjónustu í borgina. Það er allt orðið einhvern veginn þyngra og ég get ekki ímyndað mér að borgarbúum almennt að þeir upplifi að borgin sé betri staður að búa núna heldur en hún var fyrir 4 árum eða 8 árum. Og það held ég að hljóti að vera dálítið erfitt fyrir ykkur sem myndið meirihluta borgarinnar að horfa til dæmis upp á þjónustukannanir. Þar sem að Reykjavíkurborg ár eftir ár með falleinkunn í þjónustu við borgarbúa. Við finnum þetta bara mjög sem að skoðuna hvar fólk finnst gott að búa. Ég meina sumir velja það að búa í miðbæ og borg og aðrir vilja búa í úthverfi. Ég er að vísa í þjónustukönnun Gallup, það er hringt í öll hverfin, það er hringt í reyndar alla landsmenn og verið að mæla hversu ánægðir
traust til borgarstjórnar? Nei. Það er verið að mæla hversu ánægð ertu með leikskólamál, hversu ánægð ertu með grunnskólamál, þjónustu við aldraða og alla þessa þjónustu þætti sem við erum að veita og borgin í neðsta sæti í nánast öllum þjónustuliðum. Nú hef ég séð þessa kannanir til dæmis hvað varðar leikskólamál. Það hlýtur að vera óþægilegt fyrir ykkur að horfa framan í borgarbúa og vera ekki að gera betur, sérstaklega fyrir að hafa lofa breytingum. Já, nú hef ég séð þessar kannanir til dæmis hvað varðar leikskóla og það alveg rétt að það óánægja hjá fólki sem að bíða eftir leikskólaplási, eðlilega. Og ég bara, þú veist, ég tel að mjög alvarlegt mál þegar fólk þarf að bíða svona lengi eftir leikskólaplási. En nú er Dagur B. Eggertsson búin að tala fyrir en það sem ég ætla að koma inn á að í þessum kannunum sem við höfum gert með til dæmis ánægja í leikskólamálum að fólk sem komið börn inn í leikskóla almennt mjög ánægt með það þjónustu. Það er ekki þannig, borgarbúar eru óánægðastir allra landsmanna með þessa þjónustu. Ég veit ekki í hvað kannunum þú ert að vitna. Þjónustukönnun Gallup sem væntanlega birt allavega hún á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Já, ég þarf bara að skoða þessa kannanir, en að þú fórst að tala ákveðna þjónustuþætti, þá bara ágætt að skoða, rýna í þessa kannanir. Fólk óánægt með biðtímann, en þegar fólk komið inn í þjónustuna, þá það ekki óánægt. Og auðvitað tökum við alltaf alvarlega þegar fólk óánægt með þjónustu. Og það okkur verkefni, eins og þú veist, þess sveitarstjórnarfulltrúar að vera þjónandi forysta, að vinna því að gera þjónustunni í borginni betri. Og auðvitað tekið það nærri mér þegar fólk upplifir það að borgin sé ekki gera nógu vel. En eru einhverjar raunhæfar aðgerðir í gangi til þess að bæta úr þessu og stytta þessa biðlista? Já. Fráfarandi yfirmaður frístundasviðs borgarinnar, skóla og frístundasviðs, hann sagði við ætlum ekki að fara okkur óðslega í þessu, við ætlum bara að gefa okkur tíma til þess að fara yfir þetta og svo voru menn með leikskólareiknivél sem ég fjallaði hér í fyrra árinu og svo reiknivél var sett í sumarfrí fram í desember, menn opnuðu hana reyndar skjótt aftur eftir að við bentum á þetta. Ég þekki nú ekki þessu ummæli fyrir sviðsstjóra, en það sem við höfum verið að gera náttúrulega að bregðast við ástandi sem var uppi þegar við göngum inn í þennan meirihluta að það var viðhaldsþörf. Eftir hrun var lítið farið í viðhald í skólabyggingum. Þannig að við settum af stað viðhaldsátak og núna næsta haust erum við að fá pláss úr þessu viðhaldsátaki og við erum líka að fá skóla sem hafa verið í miklu viðgerðum. Og auðvitað það bara mjög alvarlegt og við erum að gangi þeim mál. Við erum líka að byggja fyrir leikskóla, við erum að stækka leikskóla, það var bara nýlega fréttan að við erum að stækka Múlaborg. Við erum líka að bæta Brákarborg. Fáinn fullt af, Brákarborg eitt af þessum dæmum og þannig að það alveg verið að vinna í þessu og svo verið að tala við vinnustæði eins og við þekkjum með Arjón banka og svo Alvotek og ég tel að bara mikið fagnaðarefni að það séu vinnustæði tilbúin að koma inn í þetta samtal, sýna samfélagslega ábyrgð, taka þátt. Auðvitað þetta leikskólamál og dagvistunarmál snert allt samfélagið. Þetta auðvitað mikið hagsmunamál að fólk komist út á atvinnumarkaðinn aftur og líka jafnréttismál að fólk getur stunda aftur svona vinnu. En við vitum að þetta mun taka einhver ár að brúa þetta bil og þess vegna hef ég talað fyrir heimgreiðslum og hef skrifað það og ég veit að fólk hefur gagnrýna út frá okkur jafnréttissjónarmið, en ég segi bara nei, þetta á kannski ekki endilega við af því að þú ert með þessa greiðslur og meðan þú ert í biðtíma og leið og pláss bætist við að þá fellur niður þessa greiðslur og þú fær pláss úthlutað. Þannig að ég sé bara við verðum að horfa á raunhæfar lausnir, það ekki ein ríkisleið í þessu máli frekar en öðru og við eigum bara sem samfélag að vera með svolítið opinn hug og lausna með nálgun þegar það kemur að leysa svona stór viðfangsefni. Eru þið að leysa þetta? Með það þetta, ég hef búin að fara yfir það sem En mun þetta leysa vandann? Allt þetta mun leysa vandann en ég að segja líka að ég alveg niður á jörðinni og ég veit að þetta gerist ekki á morgun. En við höfum verið að stefna því og við lofum í Framsókn miðað við 18 mánuði, okkur fannst það réttara og raunhæfara heldur en að miðað við 12 mánuða af því að við vitum bara hvernig staðan og það ekki nóg að byggja bara leikskóla, það líka að manna þá og það kalla líka bara samtal við ríkið og nýja ríkisstjórnum hvernig þeir ætla að fjölga leikskólakennurum og þetta eitthvað sem fólk á öllu sveitarstjórnarstiginu þekkir. Þessi mál þetta ekki bara í Reykjavík eða bara eitthvað staðar annars staðar. Auðvitað þurfum við okkar markmið að við séum með öfluga leikskóla og þeim ríkjum í heiminum sem með öfluga leikskóla vegna vel. Það aukið jafnrétti, betra efnahagskerfi og þetta eitthvað sem við verðum að setja allan fókus í og algjör forgangsatriði. Og ég segi sjálf bara sem ung kona bara, það á ekki að vera letjandi að eignast börn á Íslandi. Við eigum að vera með innviðina til staðar þannig að fólk geti eignast börn. Við erum mjög skynsamar nálgun í þessu og það einmitt það sem við höfum reynt að gera að við til dæmis erum búin að vera með heimagreiðslur í fjöldamörg ár og það er gott úrræði
Við erum ekki með biðlista eftir leikskólaplási, en við reyndar miðum við 18 mánuði eins og þú nefnir sem ég finnst bara mjög skynsamlegt. Við erum með virt dagmæðrakerfi og það þarf að fara, það er ekki hægt að, það þarf svolítið að klæðskera sníða þetta að því að þarfirnar eru mismunandi. En mér langar svolítið að spyrja það að því að því að nú ert að koma, þú ert að vera í 2 ár núna í þessum borgarmálum og ert svona stundum sagt að nýir vendir sópi best, þannig að þú ert með svona svo skýra sína á þetta sem ég finnst aðdánavert. Er það þín tilfinning að það sé ekki forgangsraðað nægilega fyrir grunnþjónustuna? Að það sé að borgin sé kannski farin að vasast í stafrænum ferlum og mannréttindastofnunum og einhverjum svona verkefnum en hafi kannski ekki verið með nægan fókus á grunnþjónustu við borgarbúa. Af því mér finnst þú svolítið svona nefna hvernig ástandið þegar þið takið við, geta alveg tekið undir það, en þetta er samt fólki sem eru með í borgarstjórn, sem þú ert að tala þar. Mín forgangsröðun og okkur framsóknar er algjörlega skýr. Það er að ná tökum á fjármálum borgarinnar, uppbyggingu í borginni og svo leikskólamálin. Þetta eru kannski 3 aðalatriðin ef ég nefni eitthvað. En auðvitað eru við líka í stafrænni umbreytingu og það skiptir líka máli. Það einfaldar ferlana, það gerir fólki auðveldara við það að byggja, auðveldara að sækja leikskólaplás og leikskólareiknirinn og allt þetta. Ég meina þetta skiptir máli að við séum líka í því. Við þurfum að gera það samhliða en fókusin verður að skýr og það er grunnþjónustan og vera þjónundi forysta fyrir borgina. Sveitarstjórnar kosningarnar eru greinilega handa á hornið. Ég held að við höfum verið að starta kosningabaráttunni hér. Og byrjum bara í dag. Og er það... Ef það er mikið af svona öflugu fólki þá líst mér afskaplega vel á framtíðina. Það er venjan hér á vettvangi spursmála að hefja kosningabaráttuna. Hvernig sem hún verður. Rétt í lokin bara, fylgist eitthvað með handboltanum sem að núna er allt líkjandi? Það er hræddur þetta er heilu stund á mínu heimili þegar að íslenska landsliðið spilar handbolta. Þannig að þetta eru átök fyrir mann. Ég finn það að ég styrkist allur þegar ég reyma á mig gömlu handboltspecialskóna og sest niður í sófann og mér finnst ég líka orðin svo rosalega góður í handbolta eftir því sem fjær líður sem ég spila hann sjálfur. Horfa meira. Já, þannig að mér finnst svona ráðgjöf mín við sjónvarpsskjáinn ekki alltaf skila sér. Skila með á málum. Já, hún er nú væntanlega að skila sér vel gegn Grænhöfðeyjum. Þetta var frábært. Bara og svona sammenningat takk fyrir þjóðina að vinna leik. Það er aðeinslegt og mér var svo gaman að fylgjast líka með fréttaumfjöllun og greinilega góðum mórall. Ég var að sjá eitthvað viðtal við Björgvin Pál og hann er 20 árum eldri en allir aðrir en þeir eru saman að spila tölvuleik og eitthvað svona, þannig að þetta er líka greinilega eitthvað svona brú- og kynslóðabil hérna í landsliðinu og góð stemning. Hann tók þeim fram að hann væri orðinn aukaleikari í þessu stóra leikriti. Stóra leikriti. Það eru nú margir aukaleikaratir. Næsta vers er það ekki að kjölddraga kommunistana frá Kúbu? Jú, þetta eru 2 leikir sem að maður gerir nú hreina og klára kröfu að vinna og vinna sannfærandi. Þetta er rosalega gott fyrir okkur held ég að byrja á þessum 2 leikjum. Það er svona pepp í þessu og við sjáum til dæmis ungan mann koma þarna inn á í gær, hann Þorsteinn og þetta er svo stórt svið að stíga inn á og þetta er svo vöðvaminnið er svo mikilvægt. Og það að hafa svona að ná úr sér hrollinum. Við sáum bara munun á því bara með hver einustu sókn sem leið sem hann var inn á. Hvað hann svona eldist og náði þarna 2 alveg glæsilegum sleggjum á markið, svolítið sem við höfum saknaði úr landsliðinu. Þannig að mér finnst gaman að liðið fái þessa 2 leiki til að ná úr sér hrollinum áður en að við tökum svo næsta skref og stórleikur á mánudag á móti Slóvenum. Það er að mörguleiti úrslitaleikurinn, það er fyrsti úrslitaleikurinn í þessu móti. Þú ert svo góður að skýra þetta, ég held að ef þú hættir einhvern veginn stjórnmálum ættir að fara bara í íþróttaskýringar. Já, takk fyrir það. Nákvæmlega skýringar. Þú ert að hvetja til að vera ærlegur, þá liggur það svona. Það er gott að vera með options. Já, ég er undir feldi með það. Já, það er svo margt annað. Gott að fá okkur hingað til mín, Magnea Gná og Elliði Vignisson. Ég óska ykkur góðar helgar. Takk Stefán, sömuleiðis. Góða helgi. Við erum hins vegar ekki alveg hætt hér vegna þess að handan við hornið er spennandi samtal við Snæbjörn Guðmundsson sem er formaður Náttúrugriða og Finn Beck sem er framkvæmdastjóri Samorku. Það leikur allt á reiði skjálfi í Þjórsá og í tengslum við fyrirhugaða virkjun þar. Fylgist þið með.
Ef þið elskið bóndan ykkar, þá gefið honum eyjabita á bóndadaginn. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með eyjabita. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Við þökkum Magneu Gná og Elliða Vignissyni fyrir þeirra innlegg í spennandi pólitískt ástand í landinu, bæði á vettvangi borgar og þjóðmálana. En þjóðmálin eru víðar. Þau eru meðal annars á Suðurlandi þar sem að stór og mikil á rennur til hafs og rætt hvort að megi sækja meiri raforku í þá miklu auðlind. Ég fengi hingað til mín 2 góða gesti, þá Snæbjörn Guðmundsson sem formaður náttúrugriða, náttúruverndarsamtakanna sem hafa látið þessi kveð á síðustu árum, og Finn Beck sem framkvæmdastjóri Samorku. Við ætlum að ræða meðal annars nýfallinn dóm héraðsdóms og hvernig horfurnar eru varðandi frekari orkuöflun í landinu okkar góða. Komið þið sælir og blessaðir. Blessaður. Snæbjörn, ég kannski byrja á þér vegna þess að hér í Morgunblaðinu í morgun erum við með dálítið dramatíska 5 dálka fyrirsögn. Þessi óvissa algerlega óþolandi. Þú hlýtur að hafa hoppað hæðina þegar að héraðsdómur lét vaða í þennan langa og ítarlega dóm sem leiði til þess að Hvammsvirkjun og verður bara áfram á teikniborðinu. Já, hann kom nú ekki sérstaklega óvart í þessu svona það sem þetta féll á. Við vissum af því og það var búið að sjá þetta fyrir. Þannig að dómurinn er skýr og við fögnuðum honum mikið og bæði stefnendur og við í náttúruverndarhreyfingunni. Og varðandi fyrirsögnina þá viljum við benda á að óvissan sem talað hún hefur þetta legið miklu lengur en bara núna Hún hefur legið eins og mara á samfélaginu við Þjórsá síðan 2000. Þannig að menn sé allt í einu komnir í einhver óvissu ég vorkenni þeim ekki neitt því að þetta óvissan aldarfjórðungs löng og þegar. Og óvissa fólk sem vill vernda Þjórsá og lífríki hennar sérstaklega. Það það stærsti náttúrulega laxastofn landsins, hann í Þjórsá. Og líklegast einn af þeim stærstu við Norður-Atlantshaf og Atlantshafslaxinn hann á undir högg að sækja, þannig að þetta mjög mikilvægt náttúruverndarmál og þetta búið að vera gríðarlega óvissa í miklu meiri tíma en þetta. Þið eru sannfærð að þessum stofni yrði fórnað með þessari framkvæmd? Stofnarnir sem hafa skrifað skýrslu þetta hafa segið skýrt að með Hvammsvirkjun þá yrði ef að Hvammsvirkjun, ef allt færi í höng við Hvammsvirkjunar, framkvæmdirnar, þá myndi þriðjungur það bil laxastofnsins hverfa. Það eru búsvæði stofnsins þriðjungur búsvæðastofnsins þar fyrir ofan stíflu. Hvað getur útskýrt ef allt færi í höng? Það að segja ef við boðaðar mótvægisaðgerðir sem eru laxastigi og svokölluð seiðafleita sem hafa virkað mjög illa. Þetta fyrsta skipti sem að þetta verður reynt á Íslandi. Við höfum fordæmi fyrir þessu til dæmis frá Norður-Ameríku, frá vesturströndinni þar. Þar hefur þetta virkað illa. Laxastígarnir? Já, og seiðafleitunar. Og það er Kólumbíafljóti sem bara stíplað alveg út í gegn og það hefur nýlega alríkið og Oregon viðurkennt að það þurfi að rjúfa stíplur til að bara koma í veg fyrir útrýmingu laxastofnanna. Og hér eru við núna á þeim stað að hér á reisastíplur með svipuðum eða sömu mótvægisaðgerðum á þess að menn hafi nokkuð fyrir sér hvað það muni virka. Og það engin neyðaráætlun. Landsvirkjun hefur hvergi, það búið að spyrja, þráspyrja Landsvirkjun, hvað neyðaráætlun? Ef þessar mótvægisaðgerðir virka ekki, hvað verður þá gert til að bjarga laxinum? Það ekki til. Hvergi komið fram á blaði. Þannig að við fögnum því að þetta stöðvist í bili og þetta mikill sigur. Já. Förum aðeins yfir það, Finnur, þú nú lögfræðingur að mennt og ég veit að þið eru sennilega þið eru í hópi kannski þeirra 20 manna sem hafa lesið í gegnum dóminn í heilsinni.
Getið þið útskýrt mannamáli fyrir okkar ágætu áhorfendum og hlustendum hvað þetta tiltekna mál felur í sér? Já, það er bara mjög gott að gera það og ég treysti því, þú fórst nú bara með okkur beint og ból og kafi í Þjórsánna og bara farin að telja laxa hérna sem ég treysti að við getum komið að á eftir því að ég gerir miklar athugasemdir við þessa frásögn hérna sem hér kom fram og ég tek fram, ég er ekki sérfræðingur á sviði laxa. Það er mikilvægt atriði í dómnum sem að varða þetta. Við förum yfir seiðafleytingarnar og laxastígana á eftir. Já, gerum það. En við byrjum bara á dómnum. Þá er hann grafalvarlegt mál og stendur alveg undir þessari fyrirsögn sem í Morgunblaðinu. Hann myndi ég segja, áfall fyrir íslenskt samfélag út af ákveðnum aðstæðum og raunar líka áfall og kannski gæti verið hugsanlega kortið sem fyllir mælinn fyrir orku- og veitugeirann sem að reyna að starfa í þessu umhverfi sem að greininni er búin. En ástæðan fyrir því að þetta er alvarlegt að það er bara verið dregið mjög skýrt fram að það eru mjög alvarleg framtíðarmynd sem dregin upp þegar rýnt í því hvernig Ísland uppbyggt, hversu mikla orku það þarf og hversu mikla orku þarf í orkuskipti og líka til þess að mæta hagvexti. Það held ég að sé óumdeilt, það er búið að draga fram af Orkustofnun, Landsnet og svo var þetta margir aðilar búin að benda Getur farið yfir orkuþörfina eftir, en varðandi dóminn sjálfan, nú er þetta framkvæmd sem hefur verið mikið fjallað óendanlega margir dálksentimetrar í Morgunblaðinu og í öðrum miðlum þessa framkvæmd sem sumir segja mikilvæga, aðrir segja stórhættulega. Hvað er þetta sem að stoppa þetta nú þegar allir töldu einhvern veginn að nú hefði Landsvirkjun bara frítt spil það að hefja þarna framkvæmdir og eru reyndar framkvæmdir nú þegar hafnar þar? Það eru kannski tvö önnur atriði sem ég myndi vilja nefna sem eru mjög mikilvæg varðandi það af hverju þetta er alvarlegt mál. Hitt að Hvammsvirkjun, 95 megavata virkjun sem átti að byrja að starfrækja hér í lok árs 2029, hún stóra púsli sem vantar í það að við bara náum að byggja upp orkuframleiðslu hérna í landinu, það sem á kortinu allavega, til þess að mæta þessari orkuþörf og skellurinn auðvitað í því, þetta ekki nýtt illa vanhugsa verkefni, þetta verkefni sem búið í þróun í næstum í aldarfjórðung af stærsta fyrirtæki landsins sem hefur alla burði til þess að vinna mjög vandlega og hefur lagt metnað sinn í það að vera með gagnsæi og setja fram upplýsingar og eigi samskiptum við allar þær stofnanir sem þessu tengjast og jafnvel þeim tekst ekki að komast áfram í gegnum það ferli sem það þarf að fara í gegnum þegar þú virt að vanda þig. Og svo kannski þriðja ástæðan, af hverju það ekki að takast og það dregið fram í dómnum sem að langmestu leyti lagatæknilegur og raunar alveg ótrúlega mynd sem dregin upp í þessari niðurstöðu og ég ekki að gagnrýna hana, það þetta dómurinn sem hefur orðið það og þetta héraðsdómur og maður setur þetta fram með þeim fyrirvara að þessu gæti verið áfrýjað. En það þá leitt í ljós í þessu máli að Ísland hafi árið 2011 innleitt vatnatilskipun Evrópusambandsins sem ég held að sé ekki mikill ágreiningur að við viljum ganga vel vatnasvið og vernda þau og lífríki eins og kostur en þó einhvern veginn balansera það á móti áhrifum af orkuöflun og það þarf að fara í sérstakt mat til þess og það Umhverfisstofnun sem á að veita undanþágu, hvenær það réttlætanlegt. Og kemur þá að daginn að þegar Ísland innleiddi þessa löggjöf að þá var gengið frá þannig að Umhverfisstofnun það ekki heimilt. Það leitt í ljós í þessu dómi. Og hvort hægt að kalla það mistök eða það sem að kalla í dag blýhúðun eða gullhúðun eða hvað ormenn vilja tala um það? Hvað sýnist þú skoðar nefndarálitinu úr þinginu og annað? Ég meina miðað við það að umræðar sem var í þinginu eftir að þessi breytingartillaga var sett fram af hálfu umhverfisnefndar Alþingis, hún var fyrst og fremst orðfærið og íslenskt mál í lögunum og þá held ég að það dulist þingmönnum að þeir kynnu hugsanlega að vera að taka þarna ákvörðun að setja lög sem að gera það ókleift að virkja frekara vatnsafl á Íslandi eftir að búið að setja þessi lög. Þess vegna þetta mjög alvarlegt og þarf að bregðast mjög hratt við. Fjórða atriði sem að ég tel að undirstrika mjög vel þá mynd sem að Orku- og veitugerðin í Íslandi hefur búið við. Að það ákveðið svona skeytingarleysi stjórnvalda eða stjórnmálamanna, ég ætla ekki að draga neitt flokk í dilka umfram annan í því sambandi, að ef við bætist að það hefur verið bent á það að hálfu stofnana að það væri ekki hægt að vinna eftir lögunum á þess að við það hefur verið brugðist, þá það gríðarlega alvarlegt. Samkvæmt þessu staðan þá slík að Orkustofnun hefur ekki heimild til þess að gefa út þetta leyfi eða þess að veita þessu undanþágu og það engin annar bær aðili til þess í landinu. Nei, lykilatriði að þetta bara Orkustofnun gefur út virkjunarleyfi, það vandað ferli þar sem hún fer í gegnum búið að uppfylla öll skilyrði og það aðkoma margra stofnana að svona stóru verkefni sem eðlilegt þá fer hún yfir það, allt til staðar og eitt af því sem þarf að vera til staðar leyfi Umhverfisstofnunar í tilfelli vatnsaflsvirkjana og jarðvarmavirkjana, þá þarf þetta líka fyrir
og Umhverfisstofnun hafði ekki heimild til þess að veita það. Þannig að það lagatæknilegt, síðan töluverð umfjöllun laxinn sem við getum vonandi komið að á eftir því að ég tel að þar efnisleg niðurstaða í dómnum, ólíkt því sem við vorum að ræða sem lagatæknileg niðurstaða. Förum yfir laxinn á eftir, Snæbjörn, þetta atriði með heimild Orkustofnun eða ekki. Hvernig túlkið þið vilja löggjafans frá 2011? Voru þau sem voru við völd á þeim tími í landinu að girða fyrir möguleikan á þessum undanþágum? Sko allir flokkar samþykktu þetta. Þannig að það hefur ekkert að gera með ríkisstjórninni eða svoleiðis. Það voru þetta hafa farið yfir þetta vandlega gerir á fyrir lögfræðingum Alþingis, allir ástætt yfir. Voru þá allir meðvitundalausir í þinginu á þessum tíma? Nei, það var vilji löggjafans að þetta væri svona. Það þá glemst að tilkynna þjóðinni það? Já, Landsvirkjun gera þetta og sendi við þetta. Já, menn það komið frá athugasemdir frumvarpi, en þetta var ekki dregið strikið svolítið til að segja að hér ekki virkja vatnsafls í ám landsins. Maður spyr sig, af hverju skildi Landsvirkjun kannski ekki frumvarpið? Hvernig getur það, hvernig í ósköpunum getur það verið? Frumvarp sem var samþykkt 2011 og það reynir nú fyrst á fyrir dómi 2024 að Landsvirkjun hafi á öllu þessum árum aldrei átta sig á því að þarna væri girt fyrir, samkvæmt lögum, að vatnsaflsvirkjanir gætu fengið undanþágu. Ég get ekki talað fyrir Landsvirkjun, en ég meina það ekki verið hugulega það að búið að tala vatnsaflsnýtingu hérna í Já, ég er bara að benda á það að Landsvirkjun hefur, eins og þú segir, sagst hafa lagt svona og svo mikið púður í Hvammsvirkjun og undirbúning og vanda sig, en kemur svo ljós að það er eins og þau skil ekki lögin. Það er nóg að ætla Orkuveitukernum að vinna í þessu umhverfi þó að fara ekki að taka ábyrgð á stjórnsýslunni líka. Ég reikna með því að það sé einhver lögfræðideild innan Landsvirkjunar sem að eigi og skilji lögum stjórn vatnamála. En þá vaknar ein spurning hjá mér bara sem leikmanni, Snæbjörn. Nú er verið að vinna rammaáætlun, ofan í rammaáætlun. Það eru hópar sem er að vinna þessu og það er verið að færa úr og í nýtingaflokk, meðal annars vatnsaflsvirkjanir af þessu tagi. Engin í þessum hópum eða starfsmönnum þingsins eða rammaáætlunar hefur dottið í hug að flagga þessu. Menn hafa fært virkjanir í nýtingaflokk sem að miða við þá þessa löggjöf bara geta ekki orðið að veruleika. Nei, það er nefnilega, og það sem að Landsvirkjun og Hörður sagði nú til dæmis að það verið búið að girða fyrir allar vatnsaflsvirkjanir í landinu. Þetta er ekki rétt. Það var búið að girða fyrir útfærslur Landsvirkjunar á vatnsaflsvirkjunum. Því að framkvæmdin er þannig að hún, við getum bara sagt, hún rústar farvegi Þjórsár á virkjunarsvæði Hvammsvirkjunar. Hún er stípluð, býr til nýtt lón, þurrka upp farvegi fyrir neðan. Allt þetta hefur þau áhrif að það þarf að breyta flokkun Þjórsár í því, við tölum við vatnsflot, þessum lögum stjórn vatnamála, og þannig að henni skipt upp í ný vatnslot, sum þeirra verða mikið breytt og til þess að breyta Þjórsá á svona dramatískan hátt þá þarftu undanþágu. Ég spyr, núna vinna svo og svo margir verkfræðingar hérna í landinu, ég er full að trúa því að þeir gætu vel útbúið vatnsaflsvirkjun sem þyrfti ekki undanþágu. Þeir hafa bara engan áhuga á því. Því að þetta er, þeir vilja gjörnýta fallið og sem mest rennsli. Þannig að ég er ósammála þessari túlkun að þetta kom í veg fyrir virkjanir. Og fyrirgefðu þetta hefur ekkert með jarðvarmavirkjanir að gera. Þetta hefur með vatnsaflsvirkjanir í stærstu fljótum landsins. Sem eru virkjanir sem er verið að færa í nýtingarflokk. Já, vissulega rammaáætlun. Og rammaáætlun hefur ekki skoðað. Spurningin er þessi, hefðu menn sett þessar virkjanir í nýtingarflokk eða biðflokk? Ef menn hefðu grunnað að löggjafinn hefði fyrir fullt og allt ekki hugmynd, það er málið. En núna nú eru hugmyndir að breyta þessu, þannig að rammaáætlun skoði fyrirfram. Mun þetta krefjast undanþágu og yrði sú undanþága veitt. Auðvitað á það að vera í ferli rammaáætlunar að skoða þessi mál, svo að fólk lendi ekki í þessu veseni. Að bara hér er Landsvirkjun búin að eyða aldarfjórðungi og segist að undirbúa þetta svo og svo vel og ég er þetta fullkomlega ósammála því. Því að það eru ansi margar handvömm, nota það. Og handvammir, ég veit ekki, fleistar, eða fyrirlega fleistar. En
ef að Landsvirkjun hefði skoðað lögin strax frá upphafi, 2011, unnið sínu undirbúningsvinnu almennilega, þá hefðu við kannski átt að segja á þessu fyrr, en ekki þegar það er búið að eyða, ég veit ekki hversu mörgum milljörðum í undirbúning. Hvernig er Landsvirkjun að fara með sitt eigið fé? Það er eiginlega full vinna, leiðrétta milli þess sem ég skil að þetta er þín skoðun sem ég virði og þess sem kemur fram í dómnum. Og það er bara svo sem tekið fram skýrt hérna, það kemur ekkert fram í þessu dómi að Hvammsvirkjun rústi ánni eða neitt slíkt. Það sem er fjallað varðandi vatnslotið er fyrst og fremst hvort það hafi verið heimild Umhverfisstofnunar til þess að veita undanþágu. Það getur verið breyting á vatnsloti og fyrir fólk sem þekkir ekki vatnslot, þá er það svona eininga vatni, það er verið skilgreina ákveðin svæði eða árhluta jafnvel, að það getur verið óveruleg breyting. Þannig þú getur haft því skoðun eftir hvernig framkvæmdin er, en þetta er dómarinn að hann ekki segja. Ég vildi bara taka það alveg skýrt fram. Hann fjallar fyrst og fremst heimild. Já, þetta snýr ekki að dóminum. Ég er bara það að gera greinarmun á staðreyndum og því sem er ekki fyrir dóminum. Nei. Það að óskað sé eftir undanþágu fyrir breytingu á vatnsloti er rauninni sjálfur sér. Það þýðir ekki sjálfur sér eitthvað sé í rúst, bara hreint ekki. Jú, það er sem sagt, þá er verið að óska eftir því að færa vatnslot eða straumvatn í þessu tilviki, Þjórsá fyrir neðan Búrfell, Þjórsá 1, úr því að vera í góðu ástandi eða mjög góðu ástandi, þetta eru mismunandi flokkar í lögum stjórn vatnamála, yfir í að vera það sem er kallað mikið breytt. Og til þess að mega það, þá ertu rauninni sjálfkrafa að segja, já þessu verður breytt á þann hátt að við þurfum undanþágu frá lögum við stjórn vatnamála. Því að lögin sjálf fjalla fyrst og fremst. Lögin snú ekki að því að undanþágu. Lögin eru vernd vatns. En þarna er þetta spurningum kannski skilgreiningu eða... Já, rúst og rústa við... Við getum alltaf fullir að breytingin á Þjórsá er þannig. Það er breyting frá henni náttúrulega ástandi einhvers konar breyting. Það getur bara verið lítil breyting. Ekki einhvers konar breyting. Mikil breyting. Það er nánast í öllu tilfellum þegar einhver breyting verður af völdum mannanna eða jafnvel öðrum völdum eins og það gerir í lögunum, þá þarf að sækja undanþágu og þá þarf að fara í þetta mat og það er þetta svolítið athyglisvert. Nei, það er ekki rétt. Ef að breytingin er það mikil að flokkunni fara úr því að vera góð eða mjög góð yfir í að vera mikið breytt. Eða jafnvel manngert vatnslot. Til dæmis þegar að vera að búið til nýja farvegi eða búið til lón þar sem er ekki lón fyrir, það er bara ekkert yfirborðsvatn, þá þarftu undanþágu. Þannig að bara með því að óska eftir undanþágu, þá er Landsvirkjun að viðurkenna að það er verið að breyta, umbreyta eða gjörbreyta farvegi Þjórsár á þessu svæði. Það ekki allir Þjórsá hvernig hún lítur út og hvað er búið að nýta mikið af henni, þetta getur ekki verið... Já, það er fyrir ofan Búrfell. Þarna verður að tala farveg Þjórsár neðan Búrfells sem er flokkaður sérstaklega í vatnaáætlun sem bara í mjög góðu eða góðu ástandi. Við verðum að koma að laxinum á eftir og við höfum ekki gleyma laxinum, en það er samt athyglisvert að í þessu lögum er gert ráð fyrir því að þegar að verið er að mennirnir þurfum að fara í gegnum það. Viljum við raska lífríkinu eða náttúrunni eða erum við að gera það á ábyrgan hátt til þess að bara afla orku sem er líka bara alveg klárlega eitt af því sem að öll Evrópuríki hafa gert og það er búið að beita vatnaáætluninni. Þannig að það er einhverju leyti ævintýralegt að Ísland hafi komið sér í þá stöðu með alla söguna okkar vatnsaflsnýtingu á ábyrgan hátt, með alla þessa möguleika að nota vatnaáætlun til þess að koma í veg fyrir að það sé hægt að veita undanþágu og svo hægt sé að virka áfram. En það sem ég ætlaði að benda á er að það er líka mikið rætt það hvenær er þetta réttlætanlegt. Að í Evrópu er búið að taka stór skref í að meta að þeim gengur illa að afla endurnýjanlegrar orku, það hafa líka verið flækjur varðandi stjórnsýslu og annað. Og hvenær eru það almannahagsmunir sem að réttlæta það að við förum í að einhvern veginn að hreyfa við þessu og fara samt líka í mótvægi þegar verið er að hafa áhrif á vatnslot. Það er, og það er búið að gefa út bara tilskipun í Evrópusambandinu, að breyting á vatnsloti telst í þágu brýnna almannahagsmuna þar til að kolefnishlutleysi sé náð. Þar endurspeglast bara vilji stjórnvalda og í þessu tilfelli þá framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að þar til við ná kolefnishlutleysi sem er alltaf bara að vera að reyna að ráða bóta á allan heim, að þá er bara búið að svara þessu mati. Það þurfi ekki að leggjast í það mat. Við erum nú nær því að ná því heldur en... Raforkuöflun á Íslandi er 99,9% eða eitthvað svoleiðis endurnýjanleg. Þannig að við höfum eftir að fá að sjá fordæmisgerandi dóma út í Evrópu hvort að það myndi teljast almannahagsmunir að vega að bæði landslagi, náttúru og sérstaklega lífríki Þjórsár á þessu svæði. Þannig við skulum
þá alveg eftir að fjalla það. Dómari fjallar fyrst og fremst, eins og þú segir, formið. En það sem að mér langar til að spyrja, og ég ekki búinn að gleyma laxinum, að það varðandi í raun og veru ný stjórnvöld í landinu, við erum komið nýja ríkisstjórn og hún virðist vera orkuöflunar sinnuð, forsætisráðherrann og formaður Samfylkingarinnar hefur talað fyrir, meðal annars hér í þessu setti að auka orkuframleiðslu á næsta áratug 5 teravattstundir. Ef ég kann að reikna þá það eitthvað í kringum 25% aukning frá því sem nú eigi það að ná fram að ganga meðal annars þá á grundvelli Hvammsvirkjunar sem hefur verið hlutaður í jöfnu. Þá hlýtur næsta skref nýs orkumálaráðherra og meirihlutans að vera það að breyta þessari löggjöf þannig að Umhverfisstofnun hafi ekki aðeins færi til þess að veita þess undan þá heldur verði gert það skylt. Er það ekki? Ég gerir fullkomlega og við gerum ráð fyrir því að það verði farið að breyta þessu lögum, sko. Þess að koma því að veita, sko, gera Umhverfisstofnun, nú reyndar, sko, stofnana umhverfi breytt, sko. Umhverfisstofnun sá hluti hennar sem fjallaði vatnsflót, hann komin inn í loftslagsstofnun. Yfir höfuð, þannig að sameinaðar við Orkustofnun, þannig að nú gerum við ráð fyrir að það sé bara ein stofnun sem fjallaði breytingar á vatnsflótum, settum lögum stjórn vatnamála og gefa út virkjunarleyfi. Þannig að það einföldun og kannski bara fyrir miklu betur á því. Því að sko málsmeðferð Umhverfisstofnun, því að það er nú komið fram hérna þegar við sendt minnisblað árið 2019 og bara óska eftir að það er greitt úr vandamálum varðandi lögum stjórn vatnamála og það virðist vera þau hafi bara bent á það að við vitum ekki hvernig málsmeðferðin eigi að vera. Og við sáum það alveg að sko Umhverfisstofnun, þegar við fórum yfir þetta, skoðum þetta lögfræðilega og þá sést alveg að málsmeðferðin er mjög óljós. En þá spyr ég aftur, ef að þú gengur út frá því sem vísu að lögunum verði breytt, þannig að það verði greitt fyrir þessu, í hverju felst þá sigurinn, í hverju var það ástæða til að fagna þegar þetta tafið? Já, sko þá þarf að fara enn eitt hringinn, gerir ráð fyrir. Landsvirkjun mun ekki hætta við Hvammsvirkjun, þetta fara enn aftur á stað. En hver græðir á því ef að löggjafinn hyggst greiða götu þessara virkjunar? Þá getur loksins verið að tala náttúruna og náttúruvernd Þjórsár. Það er búið að tala stanslaust það í 25 ára. Já, en þá getur við farið með það fyrir dómstóla og spurt dómstóla, eru þið sammála því að Landsvirkjun hugsi bara nógu vel laxinn, hafi skoðað náttúruna við Þjórsá. Þannig að þið boðið frekari málaferli jafnvel þó að löggjafinn... Ég tala ekki fyrir landeigendur hann við Þjórsá. Þeir auðvitað höfðu þetta mál. En ég styð málið í hjarta mínu sko, og náttúruverndin gerir það sjálfsögðu. Þannig að þú gerir ráð fyrir því svo í umvoru spurninguna að þó að löggjafinn myndi greiða fyrir þessu máli... Já, þessu tæknilega atriði sko að laga 18. grein fyrir hluta hennar. Þá sé vona frekari málaferlum til þess að tefja eða komið veg fyrir framkvæmd. Mér finnst það líklegt, já. Þetta mál er ekki búið þótt að lögum og það er einmitt það sem að sko og þetta er alltaf svolítið svona ég myndi segja hálf spaugilegt sko því að nú er þetta í annað skipti sem að virkjanlega er fellt annað skipti. Fyrra skipti þá var gert úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þá voru það náttúruverndarsamtök og fjöldi landeigenda sem kærðu málið til úrskurðarnefndar. Það var gefið út 2022 í desember og kærufrestur fram í janúar. Það var kært, kom úrskurður í júní 2023 og hann var á það leið að það hefði ekki verið sko, það var ekki eitthvað tæknilegt atriði heldur bara Orkustofnun og Landsvirkjun og það bara enginn bara nefndi lög stjórn vatnamála. Það var ekki talað vatnsflót. Bara í virkjana umsókninni eða umsókninni virkjanleyfi og virkjanleyfinu sjálfu. Það bara fjall á því að sko það var ekki einu sinni, það var eins og Landsvirkjun bara hefði ekki hugmynd tilvist þessara laga. Það var fellt. Og þá kemur Landsvirkjun og forsvarsmenn hennar og segja þetta er bara formsatriði, nú fáum við undir þá. Svo er þetta aftur. Fellur þetta aftur. Og þá er það aftur bara, þetta er bara formsatriði, það er bara að laga lögin. Það er alltaf verið að elta skottið á sig, það er eins og enginn viti hvað hann sé að gera. En sko, verða menn ekki bara að leggja árið í bátn? Ég meina, ef þeir boða, eða Snæbjörn boðar frekari lögsókn og annað, ég meina, verður Hvammsvirkjun reist á okkar æviskeiði, jafnvel þó við verðum 100 ára? Það er aldrei möguleiki að gefast upp, en það eru sko kannski 3 atriði sem ég myndi vilja nefna. Sko,
sem við höfum kannski ekki rætt, það og þú varst að víkja það náttúrulega orðið dálítið þreytandi sko að hér sé ekki, geti stjórnvöld ekki gefið út leyfi nánast á þess að það fá einhverja verulega gagnrýni og athugasemdir og innihaldi, slík leyfi innihaldi einhverja verulega annmarka þegar það kemur á dómstólum. Það þarf við höfum alltaf talað fyrir því lengi á Samorku, það þarf líka að búa stjórnsýslunni rétta umgjörð, næga resursa og þá ég bara að tala fjármagn og starfsfólk til þess að taka stór verkefni, greina þau vel, ráða við það, vinna vandamat. Út frá því sem að þið voruð að ræða varðandi sko kærur, þá líka sjálfsagt og maður gerir aldrei lítið úr því að það borgararnir eða náttúruverndarsamtök eða hver sá sem á bara lögvarða hagsmuni á að geta látið reyna á slíka leyfisveitingar, þar á meðal einhverju liti efnislegt mat stjórnvalda hvort að eiga heimil eitthvað. Það sem að vantar hins vegar að koma því sem fremst í ferlið og reyna einhvern veginn að ná þá að sameina slík mál þannig að það verði ekki 10 mál á 10-20 árum þessa hluti. Síðan í öðru lagi það þarf alveg klárlega að bregðast við þessum dómi með einhverjum hætti, svo ég nefndi það auðvitað forræði Landsvirkjunar og þessara málsaðala, hvernig þau meta það hvort að málun eigi að áfrýja, en það líka augljóst af hvernig dómurinn lítur á lagaheimild Umhverfisstofnunar að hana þarf að laga óháð þessu máli. Í þriðja lagi, eins og ég var að segja í byrjun, þetta undirstrikar bara mjög vel að þessi geiri býr við óviðeigandi umgjörð. Þetta atvinnugrein sem að reyna að vinna þessum málum á vandaðan hátt með hliðsjón af öllum þeim umhverfisverndarlögum sem að hér í gildi og vilja vanda sig. En þetta eins og slönguspil og við erum ekki einu sinni búin að tala það að sko til viðbótar við þetta ferli sem nú bara mjög ítælt og gott og við höfum bara horft mikið til Evrópu. Þaðan kemur löggjöf umhverfisvernd, þaðan kemur löggjöf líffræðilega fjölbreytileika og alla þessar hluti. Akkurat styðjumst við ekki við það í staðis að vera með svolítið viðbótar við það lítt skilgreint í lögum ferli sem að tekur sífellt breytingum og heitir rammaáætlun. Og auðvitað við gagnrýnum okkar verið svolítið að beinast að því og það er svona áttum að bara síður vona því að í svona grundvallarlöggjöf eins og vatnaáætlun væru slíkir ákallar að það gæti sett stór og mjög mikil þjóðþrifaverkefni í uppnám. En nú segir Snæbjörn, heldur þið fram að þetta hafi legið fyrir lengi, menn hafi bent á það fyrir löngu síðan að þessi heimild væri ekki til staðar. Hafa menn ekki þá bara ákveðið að beina blinda auganu að varnaðarorðum að þessu tagi? Ég bara kann ekki að skýra það. Ég hef aldrei fengið neina tilkynningu það að það væri búið að gera það fyrir vatnsaflsnýtingu út frá vatnatilkynningu. Nei, ég held að þetta sé nefnilega rétt sko, að það þetta ákveðið vandamál sko. Stjórnsýslan eitt, hún ekki nógu vönduð en hún býr við fjárskort og mannaflskort og allt svona bara eins og í Íslandi og hún þarna hefur þurft að vanda sig og fara miklu betur og grundigt í málin eins og hjá bæði Orkustofnun en Umhverfisstofnun bjó við þetta lagaumhverfi og það sést alveg á heimildinni, undanþágu heimildinni að þau reyna að prjóna sig framhjá þessum vandræðum sem eru í löggjöfinni sjálfri. En það að Landsvirkjun hafi aldrei á öllum þessum árum og enginn hafi bara lagst yfir og reynd að greina málin, þetta skandal. Af hverju þetta eyða mörgundur milljónum eða milljörðum í framkvæmd sem kostar náttúrulega 70 milljarða og þú ert bara ekki búin að skoða lagaumhverfið nægilega vel til þess að átta á því hvort að hún komist í gegn. Og þú varst að tala Þeir hafa nú væntanlega talið sig vera búin að skoða það nægilega vel. Líklega. Já, í samskipti við stjórnvöld og öllum stigum, fjölmargar stofnanir og ráðuneyti og það er enginn að tala þetta, þannig að auðvitað bara fókus framkvæmdi aðeins fyrst og fremst að því að vanda verkefni og það var nú nógu athugasemdum sem þau þurftu að bæta. Þetta hluti af vönduðu verkefni að skoða lagaumhverfi, það ekki? Jú, það var ekki gert. Það ekki svolítið skrítið? Landsvirkjun hefði virðist að verið algjörlega bara, ég ekki vita hvað var að gerast sko. Þú hefði þetta bjóður frá Landsvirkjun sko, því ég ekki til svara fyrir það. Þegar þau koma eftir dóminn og segja þetta kom ykkur algjörlega óvart og maður segir bara já af hverju kom þetta ykkur óvart? Vissu ekki hvernig lagaumgjörðin er? Já, ég held að það er, sko, það sem eitt, þú ert að tala kæruferli og það þurfi að moka því framar. Sko, nota bene, almenningur hefur umsagnarétt. Það er bara aldrei hlustað á það. Það er ekki hlustað á stakt orð. Fólkið við Þjórsá og þessi landeigendur, þau hefa trekk í trekk. Og ég hef ég talaði við ágæta vinkonu mína þannig fyrir austan í gær og var óskum til hamingju og hún er búin að standa í þessu síðan 2002. Að reyna að koma vitinu fyrir, segja Þjórsá er miklu merkilegri en þetta. Það er að stífla hana og þetta er ekki bara ein virkjun. Landsvirkjun hefur alltaf haft það á planinu að byrja Hvammsvirkjun, svo halda áfram, Holtavirkjun, svo Urriðafossvirkjun. Og ef að þetta verður gert, þá er útun laxastofninn.
Og þetta einhver stærsti og merkilegasti laxastofn við Norður-Atlantshaf. Nú skulum við koma að laxinn. Það ekki? Þetta bara notabene... En ég ætla bara að segja, sko ef við viljum tala kæruferli, sem notabene ekki kæruferli, heldur hluti af umsóknarferlinu sjálfu. Því að þú sækir leyfi og þá þetta hluti af því bara að almenningur og náttúruverndarsamtök hafa svo færi á að koma að athugasemdum. Þetta alltaf, það verið teiknað upp sem hvers konar kæruferli. Það alltaf þessi kærumál. Ef við myndum vanda sig í upphafi, þá væri við kannski ekki að standa í þessu kærumál. Það er alveg ótrúlegt að segja að þetta hafi ekki verið vandað frá upphafi og allavega ekki vandað á þessu 20 ára tímabili sem búið að fara með málið á milli stofnana. Það alls konar mál sem hafa verið mjög áherslumikil. Ekki hægt að fullyrða samt Snæbjörn til að geta allra sanngirni að það myndi engu máli skipta hversu mjög Landsvirkjun myndi vanda sig í þessu máli að því myndu alltaf breytingu. Það ágætis punktur sko og það kannski gott að koma því að. Vegna þess að því sífellt haldið fram, eins og þú sagðir þetta áðan, að hér megi ekki fara í framkvæmdir án þess að ég ætla nú ekki að gera orðið mun sko fyrir án þess að brjála náttúruverndar sinna komi og vilji stoppa allt. Það er ekki rétt. Landsvirkjun hefur á síðustu 25 árum, aldarfjórðungi, hefur hún reist Vatnsfellsvirkjun. Hún fór í Sultartangavirkjun. Svo fór hún í Kárahnjúkavirkjun sem var auðvitað bara bomban. Það voru svo mikil umhverfisáhrif og það er auðvitað minnallega eftir henni. Svo fór hún í Búðarásvirkjun, hún fór í Þeistareykjavirkjun, hún fór í Búrfell 2 og svo er hún í Hvammsvirkjun. 2 af þessum virkjunum hafa mætt andstöðu. Hina fór runni í gegn. Og það er óeðlilegt og það er sko, ég myndi segja óheiðarleg umræða að segja að náttúruverndarsinnar séu bara sjálfkrafa á móti öllu. Það er ekki rétt. Því hefur enginn haldið fram hér. Nei, ekki hér, ég veit það. Þú ert í raun að halda þig fram að Finnur hafi verið að hugsa það. Fullt af fólki hugsa það. Maður sér það alveg. Förum inn í laxinn. Já, það sem ég var að hugsa með það sem bara komið svolítið óvart svona með því ég var búinn að sjá fréttir á dómnum og svo fór ég að lesa hann, að af þessum 100 blaðsíðum ansi margar sem að fjalla laxinn og eitt af því sem farið fram á í dómnum er ógilding á leyfi Fiskistofu til þess að vera þarna farið í þessar framkvæmdir og það er þá sérstaklega með hliðsjón á laxinum og í dómnum er rakin þessi 20 ára saga rannsókna, hönnunar, samskipta við Fiskistofu, Hafrannsóknastofnun, hvernig sett voru skilyrði fyrir framkvæmdinni og dregur bara mjög vel fram að þarna er búið að vanda að manni virðist gríðarlega vel til og það er allavega mat dómarans þegar hann er búinn að fara yfir þetta allt saman, þau skilyrði sem eru sett mótvægisaðgerðir og það er ekkert lítið, það er laxastígi, það er seiðafleita til að fleita seiðunum tilbaka og fleiri þættir vöktunar áætlunar og ég veit ekki hvað og hvað, að þá segir í dómnum að hann sjá bara ekki betur en að þarna hafi verið fyllstu, ég man ekki nákvæmlega orðalegi, fyllstu vísindalegu vinnubragða gætt og fellst ekki á kröfuna að þýlitum til. Þannig að mér fannst það athyglisvert að ég les dóminn þannig að varðandi laxinn þá sé búið að svara þeirri spurningu hvort að það hafi verið gert með forsvaranlegum hætti sem að speglast náttúrulega ekki mjög vel við það sem að þú ert að draga upp hérna varðandi laxinn. Sko nú ert þú að tala málsástæður aðila. Málsástæður stefnandi er að þetta hefði alls ekki verið gert. En þetta svara svo bæði Fiskistofa og það er ríkislögmaður fyrir hönd hennar og svo Landsvirkjun og segja bara jú, allt í fínu lagi hér. En sko Fiskistofu kröfunum að Fiskistofuleiðinni væri hent út, henni var hafnað. En það eru þetta aðalatriðin voru heimild umhverfisstofnunar og virkjunarleyfið. Við lítum á þetta sem 100% sigur. En dómarinn tekur afstöðu til þessa? Já, hann gerir það og það er lagatæknilega, þú ert auðvitað lögfræðingur en ekki ég. Ég hef bara ekki kafað í það nákvæmlega en lögfræðingar segja það sé svona, það er þrætt á einhvern hátt sem ég skil ekki. Og af hverju því er þarna nákvæmlega. En hitt er rangt að það er ekki farið efnislega í það hvort að þetta sé allt rétt gert varðandi mótvægisaðgerðir og slíkt. Og auðvitað halda Landsvirkjun því fram og stofnanir að það sé búið að þræða það allt vel en það er ekki gert. En það hafa þá Fiskistofa og þessar stofnanir sem að þessu koma, hafa þær haft það rangt við eða hafa þær ekki? Fiskistofa, nei við teljum bara Fiskistofa hafi átt að rauninni verið búin að kanna lög um stjórn vatnamála sem að hún gerði ekki. Nei, en spurningin matið á því hvað áhrif þetta hefði á laxinn, ef að dómarinn segir að menn eru búin að fara vel í gegnum þetta og þær leyfisveitingar standast,
hvar liggur ábyrgðin? Hefur dómarinn átt fyrir sér eða stofnanirnar eða... Sko, dómarinn handhæfur, hann þræðir þetta mjög vel og hann fer bara... Þið eru alsæl með dómarann? Ég ætla ekki að fara þetta. Ég deil ekki dómarinn þar í ólöglegur og allt svoleið, sko. En við þá endum eftir að fjalla almennilega náttúruna. Og nótabenni, sko, skulum athuga að þetta tekið svo miklu breytingum í þessu 25 ár. Fyrsta sko umhverfismatið 20 ára gamalt. Það fólk sko sem vinnur á þessu stofninu sem var í vöggu eða það sko saga Hvammsvirkjunar svo löng en er það ekki, það er búið að breyta lögum þess vegna spyr ég, þú segir sko ennsta umhverfismatið er þetta gamalt, löggjöfin hefur breyst, fólk hefur komið og farið inn úr stofnunum, er það ekki líka til marks það að það er eitthvað brogað í þessu að þetta skuli taka svona langa tíma? Ég tek annað dæmi, nú hafa menn á annan áratug verið að reyna að koma upp línutengingu frá Norðurlandi og suður í Grundartanga. Það bara tekst ekki vegna þess að þetta er allt kært fram og aftur og stöðvað hvort sem að fyrir því eru sko lögfræðilega réttmætar ástæður eða ekki. Við skulum spyrja okkur, af hverju hefur Hvammsvirkjun ekki verið reist á 25 árum? Það er ekki út af kærumálum, það er ekki út af náttúruvernd sínum. Náttúra fólki fyrir austan, það hefur barist gegn þessari virkjun. En Landsvirkjun hefur ekki, ég veit ekki, kannski ekki treyst sér, ekki lagt í hana. Hún þetta stóð í stórræðum 2002 upp að aldarinn, þá var Kárahnjúkavirkjun. Hún var málið. Og þetta umhverfismat, það er alveg hrikalegt, sko. En það er alveg ljóst að það er algjörlega úrelt og varðandi alls konar. Þetta hefur tafið þessa framkvæmdu mörg ár og talið að þetta tefi framkvæmdu núna að minnstakosti 2 ár. Ekki mörg ár. Já, við sjáum til að Landsvirkjun sótti leyfi 2001. Það er 2002 og þannig að þetta rauninni þessi síðasti þáttur í ferlinu, hann rauninni, ég þarf ekki 4 ára. Af hverju var Landsvirkjun ef henni lá svona mikið á og það er alltaf tekið dæmi Hvammsvirkjun sem og það er sagt, já sko, náttúruverndarsinnar og náttúruverndarfólk, það tefur út 10 ára. Þetta er eina dæmið. Hvammsvirkjun eina dæmið. Það sem að, sko, umhverfismat lagt fram. Ég tók annað dæmi eins og línulagningu og við erum með Suðurnesjalínu 2 og annað þar sem að þetta gengur árum saman. Sko, það var bara, það var slegið af, sko. En Hvammsvirkjun búin að liggja í láginni og það er ekki kærumálum. Það er Landsvirkjun sjálf sem hefur ekki lagt í byggingu hennar. Og Landsvirkjun hefur reynda reist nokkra virkjanir á leiðinni, sko. Kárahnjúkavirkjun og svo framvegis. Þannig að taka þetta sem dæmi hvað kæruferli og náttúruverndarsinnar og fólk sem umhugað náttúruna sé að tefja mikið, það er óheiðilegt náttúrulega. Sko, það er svo margt hérna sem ég ætla ekki elta Óla við og vil frekar kannski tala prinsipin, sko. Bara við hugsum þetta, það þarf að endurskoða kerfin okkar ef þau eru þannig að ég gæti, ef ég er á móti verkefni sem þú ert búin að fara með getum ferli og umhverfismat, bara kært og þvælt málið nægilega lengi og kannski segjum að vanmáttugarstofnunin ná ekki að klára alla kærurnar og svona, til þess eins að draga verkefni það lengi að þegar loksins kemur að leyfisveitingunni, ef þetta var nú allt saman allt í lagi í upphafi, að þá er umhverfismatið orðið ónýtt. Þetta eru tímalínur sem ganga ekki upp. Menn leina þess að klára þetta, að því að tímalínurnar skipta miklu máli. Hér er Ísland búið að setja sér markmið í orkuskiptum kolefnishlutleysi sem er nú bara sett í lög 2040. Við erum að tala stórt verkefni sem er talið þjóðþrifamál af mati rammans, það er búið að fara í gegnum öll þessi ferli gegnum þingið með stærsta orkufyrirtæki þjóðarinnar að vinna vel og vandlega að því. Það er búið að taka 20 ár. Sko, hvernig ef að geta náð einhverju markmiðum 2040 ef svona verkefni flýtur ekki í brautargengi? 20 ár, en af hverju? Það er ekki vegna þess að fólki sé náttúruna. Það með þess að Landsvirkjun hefur dregið lappirnar, ég veit ekki eftir þess að þetta er kannski almennari spurning kerfið og hvernig það virkar í heilsinni. Já, en þetta ég bara að segja, kerfið, þetta sko kæruferli, það er ekki búið að taka 20 ár, eða 25 ár. Það er sko seinustu nokkur ári. Það hefur komið fram. Við hins vegar erum brunnir út á tíma. Þetta eru gríðarlega stór mál. Ég ætla að fara yfir miklu víðara og breiðara svið. Það kallar á það að ég fá ykkur aftur tíminn og það er ekki vitlaus hugmynd líka að kalla til fulltrúa Landsvirkjunar því að það er auðvitað það fyrirtæki sem er miðpunkturinn í þessu máli öllu saman. Finnur og Snæbjörn, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Við förum inn í helgina eftir þessa snakkarlegu og góðu umræðu orkumálin.
allt þetta hér knúið af íslenskri hreinni orku og sent út á grundvelli hennar. Við hlökkum til að sjá okkur hér að viku liðinni. Þá verður búið að setja Donald Trump inn í embætti forseta í Washington DC. Ég verð þar fyrir hönd Morgunblaðsins og við flytja ykkur fréttið þaðan og við munum sömuleiðis taka samtal við sérfræðinga þau mál hér að viku liðinni. Fylgist þið með.